Þið eru að hlusta á hinn eina sanna útvarpi sögu á þessum frábæra 50 degi og hérna er Rökkvi Vésteinsson. Sigurður Sveinsson tæknimaður er með mér í dag af því að hann Gunni er veikur sem er vanalega hérna með mér með þáttinn. Og í síðast þætti þá töluðum við fög í grunnskólum og svona hvort þau ættu rétt á sér og eða ekki og fengum að heyra alls konar sögur og reynslu fólks frá þessum fögum. Og dönsku umræðurnar eru svolítið skraulegar. Að það er mjög skipta skoðanir dönsku, mörgum finnst þetta rosalega leiðinlegt fag og það er umdeilanlegt hvort að maður lærir dönsku á því að vera í dönsku í skóla eða hvort að maður gleymir þessu öllu. En ég verð nú bara að segja ykkur, ég náði bara ekki að segja ykkur þess að sögu í síðast þætti af því að það hringdi ykkur inn, að ég held ég hefði bara gert það lúðalasta hlut í grunnskóla sem maður bara hægt er að gera, að þegar ég var í svona 9. bekk, að þá vorum við með dönskukennara sem að öllum krökkunum fannst svo leiðilegur. Og hann var svolítið svona vélrænt, hann talaði svolítið svona vélmenni, svona, jæja krakkar, góðan daginn, settist niður, takið upp glósubækurnar, farið að skrifa, takið upp gurlí, skoðið sagnirnar, hann var alltaf svona rosalega vélrænt og öllum krökkunum fannst hann svo leiðilegur og þoldi hann ekki, en ég er kennarabarn í báðar ættir og afi og amma í báðar ættir voru líka kennarar og ég hef kennt og bróðir minn hefur kennt og systir mín hefur kennt, það er eiginlega bara, held ég, eitt systkin mitt sem hefur ekki kennt, þannig að ég hef svo mikla samúð með kennurum. Og mér finnst ekki endilega kennari að vera skemmtikraftur, hann á bara að geta miðlað sinni þekkingu, hann á ekki endilega að vera eitthvað voða skemmtilegur og svona flippaður gaur. Og allur bekkurinn tók sér saman að skrópa í tíma hjá þessum kennara til að mótmæla og ég neitaði að gera það. Ég bara vildi ekkert fá punkt í kladdan minn, ég var svo mikið svona proffa nörd að ég vildi bara alls ekki fá skrópunkt í kladdan minn og svo líka fannst mér bara allt í lagi þó þessu kennari var ekkert eitthvað skemmtikraftur. Þannig ég satt einn í tíma í dönsku með þessum manni og fekk svo mikið hatur frá öllum bekknum mínum fyrir að vera eini lúðin sem að mætti. Þetta var svo ömurlegt og ég var svo ógeðslega óvinsæll eftir þetta. En við ætlum að tala meira um skólafögin og síminn verður bara opinn, það er 588-1994 og þið megi bara hringin hvenær sem þið viljið til þess að bara grípa fram í fyrir mér og ég mun svara ykkur. En við byrjuðum aðeins í síðasta þætti að tala um stærðfræði. Og Gunni, hann vildi nú aðalega koma með þessu umræðu til að byrja með, bara alla skólaumræðina, af því hann hatar svo mikið stærðfræði og fannst svo leiðilegt að læra þetta í grunnskóla. En bara hann er svo óheppinn að vera veikur heima núna og ég er svo rosalegu nörd að ég náttúrulega bara elska stærðfræði. Þannig að grei Gunni sem ætlaði að nota þetta til þess að hjakkast á stærðfræði bara, hann lendir bara í því það kemur einhver nörd og lofar og prísar stærðfræði. Og mér finnst bara öll stærðfræði í grunnskóla er rétt á sér og að það væri ekki bara meira af henni sem að ætti að kenna af því að mér finnst oft, sérstaklega í sambandi við tölfræði, að fólk skilja ekki svona grundvallar hugtök í henni og það er oft mjög erfitt að rífast fólk sem skilur ekki svona dót, skilur ekki svona grunnrökhyggju, skilur ekki tölfræði og það er rosalega nauðsynlegt í rauninni held ég fyrir alla að skilja svolítið í tölfræði til þess að þeir eru að kynna þeir stjórnmál og stjórnmálmenn koma með einhver svona tölur, einhver svona hagsæld hefur hækkað svona mörg prósent eða hagvöxtur eða kaupmáttur eða eitthvað, að þeir hafi einhverjar forsendur til þess að meta hvað er verið að tala og vita aðeins svona hvernig þú getur reynt að sjá í gegnum þetta því að það er náttúrulega hægt að setja svona tölur upp í alls konar form þannig að þetta hljómi voðalega vel en þetta er oft bara rugl. Eins og til dæmis að talaði ég við stjórnmálmann sem að var að segja mér hvað flokkurinn sinn hefði gert góða hluti í ríkisstjórn og var að tala hvað kaupmáttur hefði aukist rosalega mikið hjá öllum, líka lægstu sétturum. En hann gleymdi bara að nefna það að íbúðarverð er bara ekkert inn í kaupmætti lengur. Þannig að þeir eru að kaupa þér eina íbúð á nettar 30 milljónir að þá kannski hefur ekkert rosalega mikið efni á öllu þessu dóti. Og það er nú kannski líka annað einmitt stærðfræðin að sér nú bara hvernig Íslendingar kunni ekki með peninga fara. Þeir ættu kannski að læra að reikna smá með 300.000 krónur og yfirdrætti á hverju mánuði og 300.000 krónur í laun að þá kannski ertu ekki að fara endin innum góðum hlutum þegar þú ert búin að gera þetta svolítinn tíma. Það virðist eins og Íslendingar hafa aldrei skilið þetta prinsip og svo er líka svo típist þetta dæmi og maður hefur nú heyrt marga sára eiginmenn kvarta yfir svona hlutum að þegar konurnar þeirra er frá útsölu og þær eru búin að reikna það er svo rosalega góð útsala í London eða Kaupmannahöfn. Þannig að þær kaupa sér farmiða til London eða til Kaupmannahafnar sem er kannski mjög dýr, er á hóteli þar til þess að kaupa því þær spara svo mikið en þær eru að kaupa þetta alltaf yfirdrætti og vextirnir af yfirdrættinum eru miklu meiri heldur en verðmunurinn á þessu drasli sem þeir eru að kaupa í London og Íslandi.
Þannig að ég held að fólk hefði nú bara gott að því að læra meiri starffræði í grunnskóla. Nú bara þurfað mig á að enginn skuli hringja hérna inn alveg brjálaður og mótmæla mér af því að það var nú eitthvað sem gerði það í síðustu þætti. Og við erum bara með hlustandi á línni, út af hvaða góðan daginn. Skellnan á. Hann datt af þessi. Ó, ok. Það stundum svona símaperrar sem að hringja og andi í síman og skella á. Þú ætti nú þekkið það sem tæknimaður. En hérna, Raukur, ég tek alveg heilsugar undir þessi orð hjá þér. Þetta er vel mælt hjá þér og fólk ætti að taka þetta til greina. Starffræði er mjög góð undirstaða til að geta svona bjargað sér betur og komið ársinni betur fyrir borð bara í almennu lífi, eins og þú segir. Ég hef alltaf sagt það, ég er náttúrulega nördi, sko. Ég er tölvunarfræðingur og lífefnafræðingur og pabbi minn er eðlisfræðingur, þú veist, kjarneðlisfræðingur og svona. Þú veist, ekki ímyndað þegar að til dæmis pabbi var að lesa fyrir mig Hulk eða þýða fyrir mig Star Wars myndirnar. Það var ömurlegt og ég vildi stundum hann hefði bara verið ómenntaði plebbiða því að kom svona, ok, nú setjum við fálkan á tvöfaldan ljósa. Helvítis kjaftaði tvöfaldur ljósa, það er ekki hægt, skilur. Var þannig við brjálaður. Ef hann fer nálægt ljósa þá margfaldast massin hann svo mikið að það kæmi svarthol og heimurinn myndi bara dett honni í sjálfan sig og þú veist, ég gat aldrei bara fengið að vita, þú veist, hverja þeir skutu í tætlur í Star Wars eða eitthvað út af ykkur svona. Þetta verður svolítið yfirdrifið svona hjá hann. Já, og Hulk, hann hataði Hulk, ég dýrkaði Hulk. Að Hulk er vísindamaður sem fekk gammageislun í sig og breyttist í svona grænt skrýmsli sem gat lyft 100 tonnum og eitthvað. Og pabbi hafði náttúrulega unnið í kjarnakljúf og gott ef einhver félagi hans fekk ekki krabbamein af gammageislun og hann var alveg brjálaður að lesa þetta. Þoldi ekki, ég var alltaf að reyna pína til að lesa þetta fyrir mig. Þannig að jú, ok, maður má stundum kannski svona setja menntunin á hilluna þegar maður er að lesa svona einhverja lágmenningu og aðeins smá stund gleyma því en almennt þá held ég að þetta sé af hinu góða. En það sem ég finnst kannski vanta svolítið í grunnskóla, það er kannski bara að kenna krökkum svona almenn fjármál. Já, það veitir sko ekki af því. Þú sér bara hvernig Íslendingar haga sínum fjármálum. Já, mér finnst eins og Íslendingum finnst alltaf þeir hafi rétt á að fá allt það besta, alveg óháð því hvort þeir hafa efnaði. Já, þeir spá bara í það sko ef þeir ráða við afborgunina, þeir spá ekkert í kjörunum og láninu eða neinu slíku eða hvað það kostar þegar upp er staðið. Bara get ég borgað þessa afborgun á vísar að eða bílaláninu. Já, og bara ef að allt gengur upp, til dæmis, svo klessur kannski bílinn þinn, þá bætist við 500.000 í kostnað. Já. Eitthvað svona sem þú gerir ekki ráð fyrir, það er aldrei neitt til vara. En það versta í stöðun í dag sko að fólk spennti sig fjárhagslega þannig að það hafði ekki neitt svigrum til að hlaupa upp á. Já. Og núna þegar gjaldmiðlinn okkar fellur og þessi lán hækka, bæði afborganir og annað, þá hefur fólk ekkert upp á að hlaupa og bara allt í rúst. Þá á það ekki fyrir afborgunum. Já, ég er alveg sammála þessu. Ég er náttúrulega eins mikill nördi eins og ég er. Ég bjó alveg heima hjá foreldrum mín til eilíðar nóns og það var náttúrulega eins leiðilegt eins og það var og eins mikil stríðni sem maður fekk út af það var náttúrulega ekki fyndið. En ég meina ég á þá allavega eitthvað upp á hlaupa ef það kemur eitthvað fyrir hjá mér og ég er ekki í raskætti með mín fjármál. En það sem ég er nú kannski að tala í grunnskóla er ekki endilega bara svona boðskap og svona aðferðafræði fjármálum heldur líka bara, þú veist eins og þegar ég útskrifast úr grunnskóla, ef maður getur talað um að útskrifast, að þá vissi ég ekki til dæmis ekkert hvað gíróseðill var. Þú veist, ég vissi ekki neitt. Okay. Þú veist, ég meina, margir læra þetta bara af svona umhverfi sín og svoleiðis. En eins og í dag, ég meina, ég veit ekki raskat skatta, þú veist, hvað er þessi skattur, hvað eru þessir vextir og hinn tegundavöxtum og verðbólgu og svona, ég kann ekki reikna þetta. Nei, þú getur nú áttaði á þessu bara að þú ferð inn á vefins, bara skattur.is eða eitthvað slíkt. Já, en þú veist til dæmis þú kaupir íbúð og svona allt þetta, þú reikna með þessu og launin ín og verðbólga, þá er ekkert voða auðvelt að sjá út svona hvað er að fara að gerast í þessu, allavega ekki í smáatriðum. Nei, það er náttúrulega, þessi gjaldmiðill er svo óstöðugur og hagkerfið okkar er svo óstöðugt að þú getur ekkert reiknað með því að það verði þessi verðbólga einhvern ákveðin tíma. Sér bara núna hvað er að gerast. Ísland er svolítið eins og svona lítið maniodepressíft kvikindi. Það veður uppi í svolítinn tíma sko, og hrynur svo, og þetta gerist reglulega. Við erum svo lítið land og það er svo Íslendingar er svo hrifnæmir. Fá alltaf æð fyrir einhverju og vað upp í einhverju. Skammsýnir. Já, algjörlega. En það er náttúrulega kannski líka ástæðan fyrir því að ef það þarf að redda einhverju á einhverjum lámarstíma sem á vel ekki vera hægt,
þá Íslendingar kannski bestir í því. Þá krafturinn til staða, sko, til að kýla á þetta. Akkurat. Þá tökum við, sko, stórar handboltaþjóðir og pökkum þeim saman. Já, og við gátum líka haldið, var það ekki HM í handbolta, var það ekki með einhverjum lágmarks fyrir, var það enginn treysti sér til að halda og það var dömpa á Íslendinga? Jú, það þurfti að grátbiðja einhvern að þjálfa landslið í handbolta. Já, já, vá. Það nú, ég held nú að þeir væri búnir bara eftir allt klúðrið af Evrópumótinu. Þeir voru að tapa og láta pakka sér saman hvað rann á og svo allt í einu svona koma þær óvart. Já, gott tím sem að leiti þetta lið. Já, algjörlega. En það mér fyndið, nú veðum við reyni annað, en með íþróttir, alltaf ef ég eitthvað að monta mig svona við útlendinga af Íslandi, þá segi ég náttúrulega alltaf þessa klísju að við séum með fallegustu konunnar og sterkustu mennina, af því við höfum unnið Miss World núna 3 sinnum og sterkast mann heims 8 sinnum, að það samt íþrótt, bara út af fyrir sig, hún reyndar ekkert mjög almenn, hún ekkert eins og fótbolti, en sterkast maður heims, þessar keppnir, bara, og strongman competition, bara aflrauna keppnir. Já. Íslendingar hafa náða dómínera þessa íþrótt meira og sterkast mann heims meira en nokkur önnur þjóð. Já, ég held að það sé mikið til í því og oft ellendist þegar þessu umræða kemur, sko, þá kannast menn við John Paul Sigmarsson og Magnús Ver Magnússon. Já, ég var nú reyndar, sko, þegar ég bjó í Montreal þá var ég svo glaður, sko, að ég var alltaf spurður í Evrópu alltaf, Eiður Smári, do you know him? Gudjónsson, eitthvað. Ég alltaf, já, hann var í sama grunnskóla og ég eitthvað, það er sama árgangur. Enginn trúði mér náttúrulega, að því að hann er Íslendingur sem var frægur, þá, já, ég var með honum í skóla eða ég hitt hann bjó í göttinu mínu eða eitthvað. Það trúðist aldrei neitt, þetta er bara Ísland. Litla Ísland, sko. En ég var svo happy þegar einhver spurði mig loksins Magnús Ver. Eitthvað svona íþróttamann sem mér finnst skemmtilegur, því með fullri vinning fyrir Eið og því sem hann hefur afrekað, þá finnst mér fótbolti bara leiðilegur. Og ég var svo pirraður alltaf bara spurður Björk and Sigur Rós and the Sugar Cubes og Gudjónsson. Þú veist, það kunni aldrei neitt að meta okkur fyrir það sem við höfum afrekað mest í, sem er kraftakeppnir. Já, svona er þetta. En já, talandi það, þá bara vindum okkur í leikfimi. Finnst þér leikfimi ætti að vera kennd í grunnskóla? Alveg hygglust. Ég segi það nefnilega líka, að mér bara gengur allt og vill að fá einhvern upp á móti mér í þætti núna. Síðast var hringt inn og við vorum kallað vilsingar og nú er einhver á línni. Góðan daginn. Góðan daginn, ég heiti Helgi Steingrímsson. Já, sæll. Skrítið hvað þú beitir athyglinni á sjálfum þér og þínu skoðunum og svona. Þú talar dönskuna fyrst, manstu? Já. Og þannig var í gamla dag á góðum heimilum á Íslandi að fólk fekk í Jennet, Fannusinnar og Andri Sönd á dönsku. Já. Og þannig lærði við dönskuna og Enda finnst mér það mjög gott í rauninni. Ég er mjög mikið fyrir það að fólk læri dönsku. Ég kann dönsku sjálfur og reyndar sænsku líka og hef mikið notað hann og hún hefur mikið gagnast mér. Hugsa svona kvenpenningurinn með Fannusinnar og Jennet. Af því þar voru svona, að þú veist þessu skeiði nú stundum hjá Íslandingunum líka þegar hann gaf út tímarit framhald í næsta blaði sem er svona gulrót sem er góð. En danskans er slík sko að virkilega þá var hún mikil, ég held að Markus hafði sagt það, sá fíni útvarpsmaður, alveg ykkur til prýði að sko Andri Sönd er miklu betra á dönsku heldur nokkuð um íslensku. Já, ég held að hann sé örugglega miklu fyndnar á dönsku. Þeir svona svipaði svo Asterix á frönsku. Já. Hann er miklu betri heldur en svona, Danir hafa nú þýtt hann vel. Já, Asterix er náttúrulega franskur. Ég sagði það, ég ekki. En ég veit ekki alveg hvaðan Andrésblöðin koma upphaflega. Þau eru náttúrulega Disney. Þannig að ég veit ekki hvort þau eru að koma frá Ameríku, en mér finnst þau svona heldur fyndin til að ég sé tilbúin að trúa því, að þau komið þaðan. Jú, tekur athyglinni aðeins að svona tala eitthvað viti og fólk hefur svona allavega tækifæra hringinn, af því að nú ertu búin að tala í 25 mínútur svona þína eigin kosti. Já, og fólk má hringinn allan tíman. Kemst ekki að fyrir þér? Er ég ekki fyrsti maður sem hringir? Jú, en tæknimaðurinn, hann bara segir mér þegar einhver hringir og ég svaraði beint. Það fá allir að hringja inn eða vilja. Sko ég hringdi á hann til dæmis. Já, það skelltist á. Og þá hringdi dyrabjallan sem er póstur minn að koma með póstinn. Svo ég lagði á og þá kom dí. Ok. En sjáðu, að koma 25 mínútur sem þættiðin sem er ágætur. Þú ert ágætur. Og kemst kannski eitthvað nálægt Markusi í framtíðinni. Ég kann mjög vel að meta Markus, sko.
endilega tjáðu drengur á vitrannan hátt og taktu svo á síman og hlusta á álit fólks. Ég bara búin að segja í sambandi við dönskuna að við lærðum hana André Sönd og Jemmet og Fammissionar og farið vel með þig og þína. Og verð sæl. Enda held ég að það sé alveg rétt að til þess að læra eitthvað tungumál þá þarf það að vera í kringum mig. Já, vissulega. Þú lærir það ekkert eins og í gamla daga voru þetta einmitt Andrésblöðin og þessi tískublöð sem hann að tala um. Já. Þau eru kannski svolítið fyrir minn tíma. Þessi ágæti maður var nú ekkert á því að leyfa þér að hafa þína skoðun? Nei, enda finnst mér fólk oft vera svolítið mikið með það að það talar um svona skoðunarfrelsi en svo finnst því alltaf að þeir sem að setja fram einhverja skoðun séu að meina að þetta sé þeirna rétta. Og sumir gera það reyndar, þú veist, það er... Þeir verður bara að vera sammála með að vera ósammála. Ég er ekkit ósammála, ég veit ekki alveg hver hans punktur var reyndar, þannig ég veit ekki hverju ég á að vera ósammála. Já, ég misti nú reyndar svolítið margs líka hjá mér. En það er nú alltaf mitt vandamáli ef hann þarf að svara bjöllinni og skellir á okkur þegar hann hengir inn. Nei. Og næri ekki að stoppa mig. En Ég var nú ekki hrifinn af dönskunni þegar ég var í barnaskóla, ef ég á að segja það. En hins vegar hef ég mjög gaman að henni í dag. Já. Ég held að hafa alltaf verið líka pínu svona mótrú að læra dönsku af því að Danir réðu Íslandi í gamla daga. Já, alltaf svona pínu minnumáttakent. Já, akkurat. Sem gleymt í dag. En ég meina þú lærir ekkert mál bara því að fara í grunnskóla eða menntaskóla og vera píntur til að setja ykkur fög í því þú verður að nota það daglega og þegar þessi dönsku blöð fóru, ég meina þá náttúrulega og Andrés sem var þegar ég var lítill þá náttúrulega hættir fólk bara að hafa einhverja hvatningu til þess að læra þetta. Ég lá svolítið yfir Andrési þegar ég var barn. Já. Og jú, það síjaðist inn einhver danska þar og í skólanum og mér gekk alltaf ágætlega í dönsku en það var ekkert fyrir en ég svona fór að tala við Danir sem að ég svona þjálfaðist í að beita henni. Já, bara Íslendingar þori vil ekki að reyna. Þeir bara tala ensku og Danir tala baka ensku. Ég reyni alltaf ef ég hitt einhverja skandinava að tala við þá á svona dönsk skandinavísku sem að svona yfirleitt alltaf skila sér nema þegar kemur að einhverjum flóknum fræðiheitum eða orðum. Þá verður maður að fara yfir í enskuna. En ég vil tala við þá á dönsku, skandinavísku. Já, ég gerir það náttúrulega og það er líka með mál. Þetta er ekki bara röðun af orðum upp í setningar. Mál er líka menningarlegt. Þú ert allt öðruvísi þegar þú talar dönsku. Þú hljómar öðruvísi og þú kemst í að bli annan karakter, sko. Já, hugsar öðruvísi. Já, og þú veist hvernig mál er líka hvernig þú berð fram hluti og hvernig þú leggur áherslur. Og bara eins til dæmis ef þú ert með einhverja bíómynd á sænsku eða ensku, það er ekki það sama. Þú tekur sama handrit og þú myndir taka bíómynd eins og Fucking Åmål eða Tilsammans og bara döbba hana á ensku, þá myndir eyðileggja hana. Alveg gersamlega. Þetta er nú allstaðar gert í Evrópu nánast nema á Íslandi. Hér færðu, kannski hefur nú minkað í seinni tíð, en hér færðu Simpsons skilurðu með enska talinu. Já. En út í Evrópu, þá er búið að tala yfir Simpsons, þannig að Homer Simpson og Bart, þeir missa karakterinn sem nákvæmlega eins að þú ert að tala um, sko. Ja, ég sá Simpsons sem mitt á þýsku. Gef mér zurück meine Geldbörse, ein kleine Teufel, eitthvað. Þetta bara passar ekki, þú veist, Homer eitthvað að skamma Bart svona. Og ég fór á The Titanic í bíó á þýsku líka og það var svo ömurlegt. Það var svona drama-atriði. Eitthvað, Jack, wenn der Titanic untergeht, dann will ich bei dir sein. Rose, das ist dann verrückt. Ja, deswegen will ich es auch. Þú veist, þetta bara er ekki að virka, þetta er bara ömurlegt. En það má náttúrulega alveg svona sjá einhvern punkt í því að ríki vilji venda sitt mál og halda sínum sér einkennum sem þjóð, sem að tungumáli er náttúrulega mjög stór partur af sem einkenni. Venda sitt tungumál fyrir bandarískum Hollywood áhrifum eins og til dæmis varandi kvikmyndir. Já, það er viss punktur líka og ég get ekki kannski sagt hvort það er eitthvað eitt rétt í þeim málum. En mér finnst allavega mér finnst mjög leiðilegt ef að sænskar og þýskar myndir og svona verið döbbaðar yfir á íslensku hérna. Það er náttúrulega ekki ráð til þess en þú myndir missa svo mikið úr tilfinningunni og franskar. Þú missir svo mikið úr tilfinningunni í þessu. Og ég á vinkonu sem út í Montreal sem er svona franskandísk. En hún talar samt ensku eins og hún tali ensku, ekki eins og hún talar ekki ensku svona. I am very happy about this. Ekki með svona frönskum hrein. Já, einmitt, hún talar með enskum hrein. En þegar hún talar frönsku, þá breytist hún í aðra mannesku.
þá verður hún svona dramatísk og hástemd og svona, þú veist, einhvern veginn öll á flugi og svo þegar hún talar ensku þá er hún mjög svona róleg og niður jörðinni. Já, okay. Og þetta þú ferði annan, ef þú talar tungumál alveg með hreim og öllu og eins og innfættir tala, þá ferði allt annan feeling. Það er ekki meina að þú talar bara einhverja bóka svona, þú veist, frönsku eða bóka sænsku. Já, ég get alveg tekið undir þetta ef ég út í London eða þá svona dettur oft enskan inn í sama stíl og fólkið sem að ég að umgangast út í London. Já, já. Og eins í Danmörku þá svona fer maður í svona svipaðan svona hreim og svipaðan gýr, alveg eins og þú segir sko. Maður lendir oft í því að móðuga fólk alveg svinslega líka, eitthvað svona indverja, maður aldrei inn að byrja að tala einsku svona, skilurðu, og þeir eru svona, ertu að herma eftir mér, skilurðu. Já, þetta vandræðilegt. Já, mjög. Svo maður hefur alveg lent í þessu að ég einhvern veginn svona með svona einhvern hálf amerískan hreim þegar ég tala ensku, svona hálf, ég get ekki tala alveg amerískan hreim, en svona eitthvað svona í áttin, eitthvað svona bjögun í áttina því. Ég ekki svona, I would like a hot dog, sko, ég ekki svona eins og Íslingur, en ég svona svolítið kanalegur. Mér finnst enskir heimurinn flottari. Mér líka, sko, en ég bara búin að búa svo mikið út í svona Ameríku löndum að umgang svo mikið af því fólki að ég bjagast í það átt. En hefur þú lendið því að fara á Dalvík, til Dalvíkur og þetta í harða norrlenska málið? Nei, ekki ennþá. Þarna, þú veist, það svolítið gallinn með Íslanda, maður nennir ekkert að, ef maður fær sumarfrí, þá fer maður aldrei neitt á Íslandi. Maður fer alltaf bara, þú veist, til Danmerkur eða England eða Kanada eða Bandaríkjanna eða eitthvað, af því að þú tímir ekki að eyða þessum nokkrum vikum sem þú hefur í að fara, þú veist, á Akureyri eða eitthvað. Þetta algjör synd. Okay. Þannig að þú ert ekkert búin að sjá mikið af landinu? Nei, bara eiginlega allt og lítið. Okay. Algjör skussi í sambandi við það. En þú gerir þig grein fyrir, svo ég komi nú með smá þjóðarnisrembu, að við búum í gríðarlega fallegu landi. Já, ég veit það. Þetta eins og eitthvað fallega konu og vera alltaf hangandi á strippbólum. Þetta bara ekki afsakanlegt. Nei, en ég dett hon í breskan hreim ef ég að tala við Breta og þá finnst mér ég hljóma miklu gáfaðri. Já. Og já, og svo dett ég aftur hún í innan ameríska þegar ég kem úr því. En ég veit að ég held kannski að það sé svona einhver mótþrói í mér að ástæðan fyrir ég get ekki tala með, og nú bara hlustandi á línni og við... Já, sjá hvað fólk segir þessa umræðu. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Nei. Þú voru að tala yfirdabbaða myndir. Já. Þetta nú mjög vel gert í Þýskaland og Frakkland og víðar hvar. Já. Alveg heill iðnaður í þessu að reyna að láta þetta passa. Já. Hafið þið horft á pólska sjónvarpsstöð? Nei. Jú, reyndar. Þið þurfið að prófa það, drengi. Það besta grín sem ég hef séð. Hvaða myndir eru bestar á pólsku? Alveg sama hvaða mynd, sko. Það er einn þulur, ríkisþulurinn, sem les fyrir alla á svona ríkisþula máli sem að hann alltaf í sömu tóntegund. Svona eins og saumavél í gangi bara svona, eða garðsláttuvél svona. Þetta eins og ef að Guðni Kolbeinsson döbbaði bara allar myndir á Íslandi. Já. Rós, ég vil vera hjá þér þegar Titanic sekkur. Ekki sóa þínu lífi fyrir mitt. Láttu mig bara deyja og bjarga þú þér. Þú varst með of mikil blæbrigði í þessu fyrir pólska ríkisþulinn. Þetta var allt og flott hjá þér eitthvað. Já. Ég veit ekki, ég bara... Ég sá ávart svona létt bláa mynd. Já. Þar sem ríkisþullurinn, hann ekki bara las yfir fyrir alla heldur, hann stundi fyrir það líka. Guð minn góður, skulum ekkert fara nánar í það. Uss. En hún var sér betur fyrir ljósblá svo mynd, annars hefði ég borið að varanlegan skaða. Heldur að klámmyndir svona bara grófar sé ekki bannaðar? Ég veit það ekki. Eru til grófar klámmyndir? Já, eða allavega ná svona, þú veist, dökkbláar. Það eru misgrófar allavega? Já, ég þekki þennan geira ekki. En ég minna, þú ætti nú bara að sjá þetta í Danmörku, að þar eru bara mjög vandaðar svona dökkbláar myndir eins og... Með söguþræði? Já, með söguþræði, með góðum söguþræði. Í Tyrens Tegn? Já, besta myndin. Og allt på sengekanten þarna? Já, gamle góðu.
Já. Þetta eru bara bestu myndir og það eru bara virtir leikarar sem er leika í Matador og alls konar svona bíómyndir. Maður leika ekki í kynlífsatriðum en í þessum myndum. Þeir leika kannski borgarstjóran eða eitthvað svona. Þetta er bara virtir leikarar. Þetta er bara eins og ef að Rúrik Haraldsson og svona væri að leika í íslenskri klámynd. Já. Og Kristbjörn Kjeld. Já, einmitt. En það má líka, þetta voru bara myndir, bara skemmtilega myndir sem voru með þessu daglega sem fólk stundar, þar á meðal kynlífi og fólk fór á klósettið. Já. Og ég las hérna doktorsritgerð sem að einhver gerði í útlöndum sem að bara yfirskriftum að þurfti Tarzan aldrei á kúka. Já, mér finnst nú kannski ekki endilega að þurfa að sýna það í bíómynd að því við getum alveg fyllt inn í yðurnar held ég. Já, en hann var búinn að samdi einhverja ritgerð þetta þar sem hann fór yfir alla Tarzan-myndirnar og Tarzan-blöðin og allt og aldrei þurfti Tarzan það var aldrei eins og gefið í skín að þurfti að skreppa og örna sér. Já, það var nú einhver bók sem heitir Alien Sex sem velti mikið fyrir sér þessu með Superman og svona. Já. Hvort að, þú veist, allir vessar sem hann gefur frá sér myndi þá ekki bara fara og ljósa það í gegnum jörðina og, þú veist, sprengja allt í tætlur. Já, það næri ekki í gegnum gallana sinni. Nei, og hárgreiðslan suglast heldur ekki þegar hann flýgur að ljósa það. Herðu, eigum við ekki að fara að spila lag núna? Jú. Herðu, hvað viltu? Æðislegir, bara eitthvað. Eitthvað spes? Já. Íslenskt, erlent, nýtt, gamalt. Herðu, kæra vína með brunaliðinu. Já, ef ég gref það upp þá skal ég smella því fyrir þú eftir. Herðu, flott þér. Takk. Ok. Brilliant. Já. Herðu, setur ekki í lag á fyrir hann? Jú, ég ætla að finna eitthvað gott lag. Já. Hann bara grúskar hérna í þessu, sér hvort hann finnur þetta. Brunaliði var nú svolítið svona skemmtilega hallarslegt, svolítið svona eins og danskar myndir eru oft einmitt. Já, svona partí hljómsveit bara. En hérna, já, heyrðu, við ætlum að tala um leikfimi. Já, ég glemdi því alveg, ég framhaldi af Magnús Ver og því. Já. Að það er ekki spurning að krakkar náttúrulega eru alltof feitir og latir í dag. Þetta er ekki fyndið, skilju. Að hérna, bara til dæmis þegar ég var orðinn 50, þá verða engar fallegar tvítugar stelpur fyrir mig til að glápa á eftir, skilur, þegar ég labba niður Laugaveginn. Þeim fækkar hlutfallslega með sama áframhaldi því miður. Já, þetta verða allt einhverjar bara hlussur, sko, ef að þetta heldur svona áfram. Þannig að ég held að leikfimi sé mjög nauðsynleg. Ég vil bara vera svona ríkis leikfimi, pína fólk til að fara í leikfimi. Láta Guðna Ágússon bara sjá þetta. Já. Já, krakkar mínir. Já. En myndmennt, það er spurning. Kalla fram listamannin í námsfólkinu. Já, ég meina það er kannski ágætt að í rauninni að krakkar fá að gera eitthvað sem er svona aðeins skapandi, ekki bara læra eitthvað, fái smá svona pásu, frá því að reikna og skrifa og eitthvað svo leiðis. Já, þeir byrja nú á þessu í leikskóla. Já. Fá að leira og lita og svona. Ég held að gallinn sé bara, ég er ekki nóg mikið á móti neinum námsfugum í grunnskóla. Gunni vildi endilega byrja þessu umræðu, sko, til þess að pirrast á svona hlutum sem að hann, nefnt ekki. En ég er bara, þú veist, kennarabarn í allar ættin sem ég segi, ég er bara alltof þægur eitthvað í sambandi við þetta. Ég get einhvern veginn bara ekkert verið mikið á móti þessu. Við þurfum kannski að finna einhvern umræðefni næsta þætti svona sem að kemur í ham. Já, það er að gera að ræða eitthvað svona sem eru skiptar skoðanir. Það getur óttur í gaman. Já. Ekki svona ef allir eru sammála. Já, einmitt. En í síðasta þætti þá fórum við óvart út í það að tala um, hlustandi á línni. Út á Sagóndaginn. Já, góðan dag. Heiti ég. Já, sæl. Ég er búin að hlusta á okkur og tala meðal annars um danskuna. Já. Það getur vel rómsið leiðileg og allt það, en maður lærir dönsku og það hleypir manni bæði inn í norskuna. Ég les nú norsk og sænsku eiginlega og grunnurinn var danskan. Já, þetta er svo líkt náttúrulega. Já, og bara líka, renna manni inn í önnur tungumála því það er alltaf auðveldur að læra næsta tungumála því það maður er búin að byggja grunn. Já. Og svo líka varst að tala um eða þið voru að tala um list, myndmennt. Já. Það er nú bara ekki svo sjaldan sem maður þarf kannski að teikna eitthvað hotn eða eitthvað til að fara í bíkó og sína hvað mann vantar og það er svo eins og hlemist bara jöfnir og eitthvað svona sem mann krökkum finnst oft bara glata ég aldrei eftir að nota þetta í lífinu. Já.
maður þarf nú bara ofta að nota þetta, þannig að, og svo fyrir utan það, eitthvað svona fáránlegt sem okkur þykir að læra, Já. það ekki endilega það að við munum nota það, heldur við búin að þá að tengja fleiri stöðar í hausnum til þess að bara vera klárari. Ég bara sammála með allt sem þú sagðir. Já, alls góðin sjálf. Í rauninni, ég yfirleitt á þetta nú að vera svolítið svona meira svona krassandi þáttur og reyna svona stuða fólk en ekkert gaman að Nei, þetta allt í voða bara það svo gott veður úti að maður bara í sumarskapi og svona hotnin einhvern veginn farin af manni. Já, en getur við ekki orðið ósammála eitthvað? Finnst þér að við ættum að læra mandarín kínversku? Nei. Af hverju ekki? Það of lítil not fyrir það. Núna talar þetta stærsti mállýsku hluti mannkins sem að tala þetta mál. Já, það alveg hárrétt hjá þér. Það eins og því ég var að velja spænsku eða frönsku til að læra. Mér varst franskan svo rosalega flott eins og sagt þér, það er bara romantíst, þegar verið að lýsa bifvélavirkjun á frönsku. Já, mér finnst þetta hommalegasta mál í heimi. Já, kannski. Það getur kannski verið ósammála það. En þú ert ekki hrifin af kínverskunni þó að Kína sé að verða eitt af stærstu veldum jarðarinnar. Já. Og áhrif þeirra alltaf að vera meir og meiri. En ég get sagt þér hvað ég hef þurft að skilja í sambandi við Kínverja til þess að vinna sem farastjóri. Já. Það bara tvennt. Já. Þegar þeir segja lunch, þá þeir að meina lunch, sem sagt hádegismat. Já. Og hitt bara take picture please. Já, það átt að taka mynd af þeim. Restaurante, það er restaurant. Já, það bara alltaf take picture please og svo stilla þeir sér upp einhver staðar við eitthvað ísjaka eða eitthvað svona fallegt og láta mig taka mynd af sér. Það er eiginlega það eina sem ég hef. Allir myndir nú ekki hlæja svolítið okkur ef færum að reyna til okkur. Vá maður, ég myndi ekki leggja í það. Nei. Það er alveg hræðilegt. En með spænskuna til dæmis, það er reyndar vola margir farin að læra það núna, að hún töluð svo, maður áttaði sig ekki á, ég fór í skrár það hvað var útbreiddari franskan, hvort var útbreiddari franskan eða spænskan. Já. Hún alveg ótrúlega víða töluð. Þetta svo mikið Suður-Ameríka. Suður-Ameríka og bara Norður-Ameríka, þú veist, þegar maður fyrir kannski einhverja almenni samgöngur eitthvað bara þess vegna í New York eða eitthvað, að þá all skilti á spænsku líka. Ég held að hún sé þriðja mest talaðasta mál í heiminum. Já, og með kínverskunni? Ég held að sé kínverska, enska, spænska og svo franska. Já, ok. En alltaf kínverskan vist mörg mál þannig laga, sko. Já, ég að tala mandarín kínversku, það svona sami grunnur. Já. Flestir kínverjar tala hana og þeir eru nú ófáir. Ég kann appelsínu kínversku. Já, mandarín. Já. En það er ekkert gaman að tala við þessi út sammála. Nei, ég skal segja samt eina sögu sem þú ert sjálfsagt sammála mér líka Já. En það var svona, ég man hvernig maður hataði að fara í matreiðslu eða heimilisfræði þegar maður var krakki. Já. Og þetta var náttúrulega líka viss karlremba í manni, sko. Maður vildi ekki vera að baka og sauma og strauja og eitthvað lógislega skúra. Ég ætla að verða leigumorðingi þegar ég var stór, ég ætla aldrei að þurfa að strauja. Þú veist, maður var ennþá þessi stíl, sko. Vera með hú á hausnum sem stæði taxi og svo byssu. Já, ég var ekki alveg... Það er leigumorðingi. Já, svona gun for hire. Ég veit ekki alveg hvernig ég ætlaði að framkvæma þetta þegar ég var lítill, en ég ætlaði að vera leigumorðingi. Já. Og allavega hana, það var, held ég, millið þess sem ég ætlaði að verða ofurhetja og dýrafræðingur. Þú veist, það var eitt stíð þar sem ætlaði að vera leigumorðingi. En málið er að maður gerir sér ofta ekkert eins og þú sagðir með að þú ferð bíkó þarft að tekna eitthvað eða þegar að þú þarft í rauninni að leysa jöfnur í lífinu, það kemur alveg fyrir. Já. Að maður kannski í ykkur og segir þetta er ógeðslega leiðilegt, ég læri aldrei neitt í þetta er algjört kjaftaði. Já. Svo hittir þú einhvern fyrir sem hefur aldrei farið í heimilisfræði og þá sérðu munin. Já. Ég var nefnilega með 19 ára leigjanda hjá mér frá Bandaríkjunum fyrir stuttu sem að mamma hefði bara gert allt og ef hann hefði gert eitthvað þá var það bara að setja í einhverja vél og bara að sjá hann með uppþvottabusta, disk og sápu. Það var bara eins og hann þyrfti að setja saman Eiffel-turnin úr eldspýtum eða eitthvað, skilur. Þannig var þetta bara fyrir munað og ég skildi ekki hvernig þetta gat verið erfitt en hann átti bara mjög erfitt með þetta. Já. Og hann vissi ekki svona hluti eins og þú mátti ekki nota eitthvað áhald í egg og svo skilja það bara eftir og ekki þvoða og nota það aftur í að því að þú ert líka notað í egg næsta skipti. Já. Þú veist, hann var ekki búin að læra svona hluti sem er bakteríur. Nei. Þannig að því miður verði ég bara að játa mig sigraðan og mína kallrembu bugaði að heimilisfræðin bara gagnaðist mér heil mikið þegar ég var krakki. Já, það er eins og til dæmis sumum krökkum í menntaskóla finnst hvað er við að læra eðlis og efnafræði.
Sko, ég nú bara hvorki eðlisni efnafræðingur, en ég þurft að báði að halda einhvern tíman í lífinu og verið rosalega montin að fatta út af hvað þetta gengir, sko. Já, hvaða afrek hefur verið að framkvæma á þessu sviði? Já, kannski maður að afsýra einhver efni og þess að já, þetta basist og hærri sýrustig, já, nú þá orðið basist og þú veist, alls konar fáraleg og þegar maður að setja, bara búa sér til hallamálið eitthvað svona, sko, maður getur grúskað í ymsu og náttúrulega aðleitnir enginn til að standa manna verki þegar maður er sko stunda því líka stórkostlur tilraunir. En er starffræðin að hjálpa þér í svona umræðu efnahagsmál? Ég held að það sé nú ekki starffræði sem er stunduð þar, endilega. Nei, er ekki bara svona bullshit fræði? Mín starffræði og efnahagsfræði, hún flokkast nú, hún bara fellur undir það að fara vel með að eiga fyrir hlutunum eða afgang fyrir ófyrir séðu. Já, þannig að þegar þessi stóru herrar tala prósentur af hinn og þessu og allt það... Jú, ég skil hvað það verið að tala en ég skil ekkert hvert þeir eru að fara. Nei, ok. Þeir eru líka bara að reyna alltaf að setja fram niðurstöðnar á einhvern hátt sem að hagnast þeim, sem að hljómar vel fyrir þá. Já, en þá fer maður að spegla, sko, eru þeir sko ekki betur gefnir að þeir trúa þessu sjálfur eða halda þeir að við séum svona vitlaus að við munum trúa þessu? Ég held að sé mjög misjæmt, en ég held að bæði geti oft verið satt, sko. Já, þessir menn, sko, þetta er allt örgulega góði drengir og stúlkur, sko. En þeir eru kannski ekki endilega á réttum stöðu og svo má hann heldur ekki ætlast til að ég hef verið svolítið hann komin út fyrir efni. Það hef verið talað, sko, Jóhanna, hún sagði hitt og þetta og svo þegar hún hverju ríkisstjórn gerur hún ekki neitt. En ég meina, hún er ekki ríkisstjórnin, hún getur ekki stýrt öllu sem gerir. Nei, en þarna eru náttúrulega málamiðlanir alveg fram og aftur. Já. Og hún stjórnar bara einu ráðuneyti hjá mörgum. Já, og þó að hún sko rempist þess að rjúpa með staurinu og hún fær ekki fjárframlögu eða annað, þá getur þetta skammast út í hana. Herri, nú erum við fyrir að tala um eitthvað allt annað. Já, þetta var gaman að heyri þess að. Ok, sömulegis. Já, bless. Takk. Já, þetta er bara erfitt. Við erum bara allt of hárefnilegum gír hérna. Þú er að koma með einhverja bombu. Ég er að fara að móðga fólk eitthvað. Ég er að verða of gamall. Man verður svo meiri með aldrinum, svona 30-aldri. Það er allt svona testosteroni færð úr manni. Það uppreisnar andinn minkar kannski. Þú sér bara þessa gömlu pönkara, skilur. Þetta eru bara einhverju fóstjórar í dag. Sko. Þú þarft að sjá mig þegar ég var með lámenning.is á netinu. Ég leitaði bara upp vandræði, ég var bara að reyna að sjá hvernig ég gæti fengið til þess að móðgast út í mig og verða reiður, skilur, og oft tókst það en oft ekki, sko. En ég er bara held í orðin bara allt og eitthvað gaml og sáttur í lífinu, sko. Herru, hvaða lag vildi hann fá með Brunliðum? Var það ekki Kæra vina eitthvað slíks? Jú, eitthvað. Herru, ég bara fann þetta. Já, frábært. Settu það á húnin. Skellum þessu á bara á útvarpssögu. Þetta er Rökkvi Vésteinsson og Sigurður Sveinsson, tæknimaður, er með mér. Og við vorum að tala fög í grunnskóla og hvort það ætti rétt á sér og svo fórum við út í alls konar hliðarumræður út frá því eins og við erum vanir og ég var nú að spá í það eina sem ég er með eftir á listan minn er smíði og handavinna. Ég var eiginlega bara ömurlegur í báðu, segi ég, og þetta er nú sjálfsagt samt gaglegt en maður nefndi þessu nú ekki mikið og ég held að áhuginn fyrir þessu svolítið að hverfa því að fólk nennir ekki að gera þetta sjálft. Það það er bara kaupir bara föt og hendir þeim eða slitna og svo bara einhver pólskur verkamaður sem að gerir allt praktist fyrir þig af því að við kunnum það ekki lengur. Það var nú í þessari bók þarna sem ég las eitthvað mann upp úr í öðrum þætti leiðarvísir í ástarmálum fyrir karlmenn eftir Ingimund gamla frá 1922. Þá stóð, nú ekki kannski orðrétt en svona sirka báð: ef að kvenmannsefni þitt kann ekki til húsverka svo sem eldamennsku og sníða lérefti skaltu sjá til þess að hún læri það áður en þú gengur að eiga hana. Þá muni henni farast húsverkin mun léttar úr hendi. Eitthvað svona. En þetta er eiginlega bara úrelt í dag. Það er eiginlega bara meira þannig að, þú veist, ef að konan þín kann ekki að setja 1944 í örbylgjuofnin þá er hún sennilega bara eitthvað heft og þú skalt sennilega ekki giftast henni yfir höfuð. En já, við fórum úr ýmsu í annað og til dæmis döbb á bíómyndum og tungumál. Mér finnst eiginlega bara gaman nefnilega að öllu þessu. Mér finnst gaman að læra tungumál, mér finnst gaman að læra starffræði, þannig að ég einmá mikill bara nördi eiginlega fyrir svona umræði.
er bara hliðhollur þessu öllu og það kannski þorir enginn að hringja inn og segja hvað sér hafi fundið stærðfræði ömurlega því að þá því kannski bara fólk aldan væri lélugur í stærðfræði. En nú er tæknimaður minn farinn þannig ég get ekki svarað í síman því miður. Ég er kominn. Hann er kominn aftur. Ég er nefnilega að vonast til þess að einhver hringi inn og tjái sig rétt áður en við fáum Svein Voga því að klukkan er að fara að verða 2 og það er einhver á línni. Hvað segir þið? Já, allt bara frábært. Hvað segir þú? Þokkalegt. Já, ég var að segja, ég hef nú ekki svona volið að starffræði, sko. Nei, ok. En það er bara eitt svona, það er sko, skal ég segja, það var þessi ekki algebra með þetta X og þetta dót. Já. Hvað er málið með það eiginlega? Já, maður getur þurft á því að halda. Já, í hvað? Ég er náttúrulega tölvunarfræðingur þannig ég hef að sjálfsögðu þurft að nota svona dót en það er kannski... Jú, þú þarf það í tölvunarfræði. Ekki allir sem að þurfa að nota þetta. En það er svona venjulega mann sem keyrir á örugubíl eða stjórnar gröfu eða eitthvað svoleiðis. Já, þú þarf kannski ekkert mikið að hugsa... Það vinnur í fiskvinnslu eða eitthvað svoleiðis, sko. Þú þarf kannski ekkert mikið að hugsa í algebru úr að keyra vörubíl eða eitthvað. En ég held að hann Sturla hefði nú haft gott af því að læra ýmislegt meiri í skóla, starffræði meðal annars og eins og svona hluti af því að mér fannst það nú ekkert hljóma neitt brilljant þegar hann var að svara fyrir þetta bensínverð og allt það. Nei, það er kannski ekki alveg enn. Nei. Það er svona eina sem ég skil ekki alveg að sé allan í grunnskólanámi, sko, en allt annað svona, prósentureikningur, allt þetta dótan það vera inni. Já, það er ekki spurning, sko. Já, algebra, fólk er kannski alltaf erfitt fyrir að sjá fyrir sér hvenær þú notar algebru, en þú getur þess að verða að nota algebra á þess að endilega gera grein fyrir því þegar þú ert að leysa ýmis mál. Já. Kannski ekki voðalega mikið af fólki sem þarf að leysa út eitthvað breytu í öðru veldi eða þannig, en það er ágætt að bara gera þessar armbeygir fyrir heilan sem þetta er. Jú. Og svo verður þetta eiginlega að vera til þess að þeir sem að fara þá í menntaskóla og vilja læra starffræði hafi þá réttan grunn. Já, þetta er svona upp á grunninn þá. Já. Já. Í rauninni. En viltu tjá þig eitthvað dubbaðar bíómyndir eða danskt klám? Ég voru svona spáðið eftir skóla, sko, þannig að handmennt og svona dæmi, sko. Já. Það er svo smíði. Svo var ég að spá svona að hverju var ekki jafnsmíði, sko, en svo var ekki alveg að fara að setja rassugræðir eða lokksugtæki á 10 að krakka. Nei. Það myndi enda ekki, sko. Maður var nú oft hægt komin, sko, í smíði af eigin hálfvitaskap og... Bara með sög og hamar, sko, það dögur til. Já, og það er náttúrulega líka oft þeir sem eru svona klárastur á bókin eru einna mestu praktísku hálfvitarnir, sko. Já, það kemur þessu, ég er nú alveg séð það, sko. Ég er nú alveg gott dæmi með þetta sjálfur. Ég er voðalega góður í starffræði en ég kann valla reyma skóreimaðan mínar. Það tók mig alveg þvílíkt langan tíma að læra það þegar ég var 6 ára eða eitthvað. Já, það er flókið. Það vist alveg óbóðslega fyrir mér. Og hleypa manni eins og mér í einhverja véla sem að skera og svona, það er bara ekkert sniðugt. Já. Það var að segja það er kannski ekki heima því. Það var að segja hvort það væri til gróft klám, sko, væri það til. Það er nú alveg til. Já. Þetta fólk óri nú ekki fyrir hvað er til. Nei, veistu það, ég veit ekki hvað ég má fara djúpt í þetta umræðefni. Nei, við skulum ekki fara kannski djúpt í það. En ég skal segja þér eitt smá, að þegar ég var að heimsækja Amsterdam og núna síðast bara Austurríki, bara lítinn, fínan bæ í Austurríki sem heitir Graz, bara svona lítill, krúttlegur sveitabær, að þá kíkti ég inn í svona bullur aðeins. Já. Og mann er bara fallast hendur við að sjá hvað það er til sem að fólk hefur gaman af í þessum efnum. Já, maður sér svona bara eitthvað þvílíkan viðbjóð og fáránleg heit og maður bara hugsa hvernig getur ykkur haft gaman að þessu og hvernig getur verið nóg mikill markaður til þess að fjölda framleiða þetta og lítill bæinn eins og Graz með 300.000 manns þetta er á stærð í Ísland að, þú veist, að það séu til eitthvað svona ömmuklám og þú veist 300 kílóa kvenna klám og eitthvað í Graz skilur mann er bara blöskra og þetta er ekki það versta sér til alveg það var svolítið langt út fyrir þetta ljósbrúa þá já, alveg ótrúlegt að fólk hafi gaman að þessu
Það er það sem ég undrast svo mikið. Einmitt. Það kannski kallar nú allir heimilinu að tala ekki að skoða á netinu hvað til þá, sko, þá það geta bara út í þá sálma kannski. Nei, ég held við gerum það ekki neitt, það er alveg út fyrir öll. Og fólk veit að það er til eitthvað fleiri heldur en bara trúbóðin, sko. Já, en ég var nú að kíkja á YouTube og það er víst bannað að setja nekt á YouTube. Já. Og það var nú samt atriðið með fóstbræðurinn, það sem að Gussi, veist hvað hann er, hérna. Já, ég man eftir þessu atriðið, sko, það hleypa hérna með frá töllinni eitthvað. Hann hleypur hérna kviknakin og hérna flaggar öllu sínu fegusta. Ég held að sé bara ekki út að það er ekki búið að flagga hefur vídeóið, sko. Já, þetta eru bara Íslendingar og við höfum vita að vera ekki flagga þetta. Þeir hafa bara gaman að þessu, sko. Já. Þú koma einhverju út í bara einhverjum öðrum vídeóum, sko, og einhverju að flagga hérna inappropriate og... Já, en þessir Ameríkanar líka þannig að þú mátt ekki sýna kannski, sko, bera konu eða bera mann, en þú mátt sýna einhvern sem að drepur, sko, 10 manns. Það er allt í lagi. Já. Það er allt í fína. Mér finnst magnast að með Japana. Já. Það má sýna allt svo lengi sem búið að setja svona blurr í það. Já, heyrðu, vá. Veistu það? Það verður krakki getur eitthvað að hóra sjónvarpsklukkur kemur heim í skólanum, ég veit ekki eitthvað. Það er bara alltaf full sving þarna, bara búið að blurra. Já, veistu það, ég var í Japan og ég sá þetta og ég er alveg sammála þér að þú varst að kannski setja einhvern auka smá pening í tækið og þá gastu hort á klám og þá var þvílíkur svoraskapur. Nei, það sást ekki til hann á pjöllunar, það var blörrað. Þá er þetta allt í lagi. Já, þetta er góð leið, það var að dansa. Þú veist, og hérna, þegar ég bjó í Montreal, að þá vann ég með 2 Kínverjum og þeir voru svo brjálaður út í Japani. Því Japanar eru klikkasta fólk í heimi, þeir eru það bara. Og Japan sjónvarpsefni er alveg nóg, sko. Já, þeir eru með pyntingaþætti og þeir eru með, þú veist, fjölbræðaglím og þeir eru með, þú veist, svona og hinsegin og ég veit ekki hvað. Og þessi Kínverjar þarna 2, þeir voru brjálaður út í Japani að því Japanir, þeir framleiða svo mikil ógrinn af klámi og fáránlegu klámi og svona pervertisku klámi og bara asnalegu klámi og svona, þú veist, fólk kannski í dýrabúningum eða, þú veist, Sesame Street búningum að gera þetta eða eitthvað, þú veist, það er alls konar svona bara rugl og sem hann er bara blöskrar, maður veit bara ekki, maður á ekki orðið yfir þetta og þeir framleiða svo mikil míkrút af þessu og vesturlandabúar vita ekkert munin á Kínverjum eða Kóreumönnum eða Japanum. Já. Og þeir alltaf bara, hvað þessi Kínverjar eru helvítis mikil pervertar, bara Kínverjar pervertar. Þessi myndi ég hef búin að horfa á hérna teiknumyndaseríu japanska, sko. Já. Bara svona venjulega þannig séð. Já. Og svo kom hérna bróðir minn 12 ára upp í herbyggi þá sjá þetta. Hvað er þessi Kínverjar að gera eiginlega? Já, þeir eru sjúkir, sko. Og sko, hann held að vera Kínverjar, þetta var alltaf Japan. Já, og hann segir náttúrulega... Já. Það er Kínverjar, það er sko bara líkuð hjá sumum þessi nóg að vera skáður, þá er komið Kínverjar eða tæl. Kínverjar eru flestir. Þannig að þú segir alltaf bara Kínverji ef þetta er svona Norður-Asíubúi. Þú sérði yfirleitt munin á hérna Suðaustur-Asíubúum því þeir eru dekkri, svona svo Tælandingar og Indónesíubúar. Já, þeir eru með aðeins öðru andlitsfall. En mér skilst að Japanir og Kínverjar og Kórumenn sjá alveg oft hver er Kórubúi og hver er Japani og svona. En við eigum erfitt með það. En það sér þú náttúrulega hvort það sé Kínverjar eða Japani, sko. Já, ég kann það ekki. Það er Kína kannski meira líkt. Ég kann það ekki. En Kínverjar eru flestir og þeir fá skömmina. Og þessi maður sem ég vann með, hann var svo brjálaður. Og hann var svo reiður yfir sig. And they are so perverse. And the women in this film, they're not even good looking, they're ugly. Þú veist, hann var alveg bara svona æfur yfir þessu. Hann hefur kannski verið að þeirri skoðin að Kínverjar hefði flaggað þá allan að fegur í konum ef þeir hefði búið til klám. Já. Ég var til að læra svona japansku, það var eitthvað, maður ætti að læra eitthvað svona asískt mál. Já, það er hægt að læra henni í háskólanum, sko. Já, það er svona áhugaverð. Já, þá getur þið þýtt myndina fyrir litla bróðið þín. Já. Sem varst að horfa á. Það er einhverja það fylgir tal og text og allt í þessu. Það velja miklu japansku og ensku og allt. Já. En heyrðu, ég þakka fyrir bara. Já, þetta var gaman að heyra þér. Þegar bara. Já, bæ. Já, hann var hress þessi maður. Já. Bara alltaf gamalt og gott að bara snúa umræðin upp í klám. Já, það vekur oftast svona, já, áhuga. Já, eða viðbjóð fólks. Eða viðbjóð.
Þetta allt mjög menningalegt samt hjá okkur, við erum að tala japanska menningu og kínverska menningu. Já, þetta svona náttúrulega svo langt í burtu frá okkur og Kína náttúrulega ekkit svona búið að vera fyrir allra augum svona nema kannski í síðustu ár, þetta svona að opnast meira og meira. En ég hræddur að Kína verður alltaf meira og meira áberandi, ekki bara, vörurnar okkar, made in China, búið til í Kína, heldur bara áhrifin og á alþjóða vettvangi alltaf að aukast. Það líka bara kemur ekkert óvart, það meira en milljarður af þeim og þeir voru nú einu sinni bara fremstir í tækni og þróun og menningu af öllum þjóðum á jörðinni, þannig að þeir hafa örugglega mjög margt fram að færa, þó við sem kannski ekki endilega alltaf sammála þeirra aðferðum. Þeir eiga mjög glæsta og gamla og gróna menningu og fundu upp alveg ógrynni af því sem við erum að nota hér í dag, til dæmis fyrir 1000 árum eða 1200 árum, þá fundu þeir upp til dæmis klósettpappír. Já. Og við föttum það 1000 árum seinna. Og ef þeir myndu allir nota klósettpappír í dag, þá getum við sagt bless við Amazon skóana á svona viku held ég.